En Árnessýslu. Já, þannig að þið býðu ofsalega spenntur eftir því að... Það er stærstaslöngu í landinu. Ég býð spenntur eftir því að... Það er kannski svo bara mættir. Býð spenntur eftir því að það breytist sem nú í vinnslu. Þannig að við getum á góðan hátt farið að sinna því. Því að við reynum frekar að veita fjármununum inn í eldvarnareftirlit og útköll heldur en að festa þá kannski 50% starfi skrifborð til þess að fylla grunn. Það er náttúrulega líka hluti af þessu sem hún varst að tala til þess að færa sín rök fyrir sínu máli. Þá þurfum við náttúrulega að hafa góðar upplýsingar og góða grunna til þess að fylla því. Ég tek alveg undir sem Pétur segir, alltaf þetta var einræði þetta var galluga. Ég tek alveg undir það sem að tala en málið er líka við þurfum að grípa svona aðeins að jákvæða sem þetta stað. Ég skilja það alveg að það á partísvæðis í viðurum og ég veit að það er út á öðrum stöðum líka að eftirlitið er að skila góðum árangri. Við sjáum bara útkallstöðu hjá okkur og að við höfum þurft að hringja stóra úthringu og fækkar snarlega á milli ára og jú, brunarnir koma. Það er ekki oft sem við missum þetta á milli margra brunahólfa í svona almennt í umhverfum sem er mjög jákvætt. Þannig að ég held að það sé búið að vinna töluvert mikið að jákvæðum hlutum sem við getum verið stoltir af en það er rosalega mikið eftir að gera. Það er alveg klárlega mikið að jákvæðum hlutum sem átt sér stað en það er ofsalega mikið sem er óunnið. En peningan er alltaf vandamál. Ég er ásvöld hérna. Það því ég hef nú skoðað þessar tölfræði varðandi stóru tjónum og því það að vera að vinna hérna á eignatjón. Ef við tökum síðan 25 ár, byrjum bara á janúar 89 þegar Húsvík brennur þá erum við með, ég held ég fara örugglega við rétt mál ef við framreiknum þessa eldsvoða sem eru 5 talsins til ársins í dag þá erum við að tala 5 eldsvoðar sem eru framreiknað 1,5 milljarð og herri. Eða öðrum orðum þá erum við að fá svona eldsvoða meðaltæli á 5 ára fresti. Þá taka Ísúsfélagið og Réttarháls og... Já, þetta er Réttarháls. Já, svona sem stóru. Já, þetta er á Akureyri, svo er þetta Vestmannaeyjar og Grindavík og svo þessi. Og að þegar maður heyrir oft þegar menn segja, já, þetta er bara 10-15 ára brunni, en ef við reiknum okkur aftur þá sé styttur á milli? Já, það er styttur á milli, síðan hefur við með töluvert marga eldsvoðar sem eru kringum milljarðir. Og þannig að þetta er aðeins meira en flestir að gera sig grein fyrir. Og eins og Jón Viðar myndist á áðan, þá verðum við svona, við getum ekki að stoppa þetta, en við þurfum að lengja tíma. Já, lengja bilið sem er á milli. Já, lengja bilið á milli. Hanna? Ég var að velta fyrir mér framhaldi af þessari stóru yfirferð þennan bruna. Það væri ekki þessu verði jafnvel með aðra minni, kannski minna, sem er bara að vilja flesta þessa bruna sem hægt væri, að gera svona nokkuð konar lesson learned. Það að segja fyrir þá er talan eftirlitið fyrir brunahönnuði og svo slökkviliði. Hvar til dæmis hefur sparast bara forvarnir eins og til dæmis brunahólfum, kerfi og annað flýjanlið og fólk eftirlit. Hvar hefur það komið í veg fyrir stórbruna til dæmis? Og eins og við erum að gera núna, við erum að fara svolítið vel yfir þennan bruna, við erum að sjá þarna sem endur áformandi brunahólfa og það sem við gerum ekki. Er þetta ekki, væri þetta ekki slökkvilið, mannvirkjastofnun og svona brunatæknifélag eða brunahönnuðir? Ef við myndum koma einhvers konar heim saman eða einhvern veginn þannig að það væri hægt að sjá, meta árangur og læra. Ég held að það hljóti að vera mjög jákvætt og líka út frá þeim forsendum að þarna ertu með ákveðin bruna og svo náttúrulega fleiri smærri brunar en samt geta verið töluverðar fjárhæðir í þó það ná ekki þessum. En líka ef við veltum upp eins og þarna komið upp í hvað hefði gerst ef það hefði verið sprinkler. Hvað hefði kostað að sprinkler væða þetta hús og hvert var tjónið af því það var ekki sprinklervætt. Taka einhvern með svona þennan lesson learned svolítið og gera svolítið á peningamáli. Þetta getur einmitt komið okkur við þessum hönnuðum til dæmis við okkar viðskiptavini sem vilja ekki að setja fram fyrir þá því þeir segja nei það kostar svona mikið að sprinkla og hvað dælan kostar og þetta. Þannig að
Já, og svo einn þáttur sem menn megi ekki gleyma, sem náttúrulega svona eins og með fönn, það var ekkert, sem sagt við höfum ekki hægt að segja það daginn eftir að fönnið eitthvað lifað áfram. Þó svo að tryggingarnar komi inn og menn finni sér nýjan stað eftir einhvern tíma og fái einhverja bætur. Ég meina, hvar eru viðskiptavinir? Eru þeir ennþá að bíða eftir því að fönn sé í lagi og hrúa bara upp lökunum á hótelunum hjá sér? Þetta var mikið hótel og veitingahús. En fönn náði að fara í það að semja við einhver þvottahús og taka við þvottinum. Þeir bara unnu í því að halda sínu fyrirtæki, þannig að þeir myndu halda sínu viðskiptavinum. En það ekkert gefið í því, þannig að þó að tryggingafélagið og þú sér tryggður, þá er þetta líka goodwillið og það að þú haldir viðskiptavinum. Hann sé ekki bara farin annað þegar þú síðan ert komin up and running. Það er gaman að fá svona input með það líka. Með þetta sem þú varst að segja? Já, það er hluti af því, sko, þeir þurft að vinna virkilega í því að halda sér á floti, sko. Óli. Já, eins og ef við komum inn á svona stórbrunnar, hvað menn að lært að þeim, sko. Ég kom inn fyrir þetta á Réttarholtsbrunnin og það var eldvarnaeftirlit nokkuð. Hefur þróast, ég vinn með frábæri fólki sem að góða vinnu og ég menntaðir einstaklingar, en í því samfætti að ég tel að akkúrat komið inn að hérna sko náður að byggingarstjórar sem eru ábyrgir fyrir sinni framkvæmd og annað, þegar að við komum á staðinn í úttektir og svona þau eru ekki séð að lóka úttektir eða bara okkar hefðbund úttektir, þá kannski búið að framkvæma 90–100% af verkinu og eina sem við sjáum svona yfirborðið af því. Það er engin gögn til framkvæmdina þegar það er fram. Það er einhver eftirlitsaðili frá viðkomandi tóka ljósmyndir og annað. Þannig að annarkvæmst þarf að auka þann þátt verulega á hvað úttektir á byggingartíma. Nú þekkjum við það allir sem erum í eftirlitinu að all land að menn hringja 5 árum eftir að framkvæmdum er lokið og biðjum öryggis og eða lokúttekt. Það er einu staðir sem eru teknir út. Strax eru veitingastaðir og gististaðir og svo framvegis við þeim okkur rekstrarviðurinn þessi. Annarkvæmst það er að auka og ég tel að þetta þurfi allverulega að auka menntun samfélagsmanna, markvisst að okkar góðu skóli, það er sem að 1, 2 og 3 að það sé miklu markvissari kennsla í úttekt og byggingu og byggingaþekking og svo framvegis. Það er auðvitað flestra hvort öðrum í slekka úttektir á mínu svæði. Þannig að læra þessu, það sem er komið ljós, þessi bygging hafi verið tekið út nokkuð reglulega á svolítið bygging á þessu svæði. Eins og ég horfi hérna bara. Þetta er svona sjónskoðun. Já, ef það er önnur hæð hérna fyrir ofan, það veit ég hérna fyrir ofan þetta. Það er ekki nokk, þetta er rétt frákeki, einhver gögn það og eitthvað annað. Þarna komið inn á líka ábyrgð tryggingafélag, úttektir þeirra og svo framvegis og þeir taka hús í tryggingu og annað. Svo getur náttúrulega lent í því að það sé til gögn. Það sé teikning sem segja að hér að vera ákveðin veggur, en hvort hann síðan þannig, það er svo bara þess sem byggðan. Þannig að ég tel að það er gríðarlega miklu áherslu á þessa áfanga úttektir á byggingartímum allavega nýbyggingum eða þær byggingar sem eru endurnýjaðar. Það má kannski líka taka fram að við erum akkurat í húsi sem er byggt eins og Skeifan. Já, það er neyðarútgangur. Þetta er samskonar byggingaform. Þessu neyðargangi var bætt við þegar við fluttum hérna. Já, hérna. Þetta er mun skárri brunavarnir hérna heldur þegar tækskólinn var hérna. Ég kendi hérna að það er talandi eldvarni átni og ekki reykja í kastaða hann á endanum. Hann kveiki í á endanum. Ok, við skulum skoða það. Já, hann liggur upp. Hérna, svona held ég að bara aðeins að blanda mér inn í fundarstjórnina að við erum komin langt fram í tíma sem við ætluðum. Sitja allir svo rólegir. Ef það er einhverja mjög brýna spurningar þá skulum við láta þær koma en svo skulum við fara að slá bátinn í þetta fljótlega. Ein spurning, velta fyrir mér. Er þetta stærsti brunning fermetratalið í ár og 10 í Reykjavík? Já, það er góð spurning. Fermetratalið. Bjarni, veist þú?
ég hef ekki tengt hann svona við fermetra. Nei, maður horfir á myndirnar niðurstöð síðan 1915. Já. Finnst mann að þetta vera ansi stór hlutur. Já. Það þetta akkurat núna nefna að þá í apríl 100 ár síðan að stóribruni var. Miðbærinn. Það getur verið að innskipaskálarnir gömlu í Borgartúns. Já. Það alltaf stór miðað við Höfðatölum. Já. Takk fyrir.